Tindaselir komnir hér, Svenni Halló og Danni. Svenni að pússa gleraugun sín. Halló Detroit. Heyrðu, það er svo mikið ástand hérna í dag. Úf. Á ég bara segja það bara eldsnögt frá mínum morgni. Já, svo ætla ég að segja frá því mínum tjúk. Heyrðu, sko, ég er að fara út á morgun. Til København. Já, að sjá Radiohead, eða hvað? Nú er ekki viss hvort þið spili. Bróðir minn mistaði þeim. Nei, ég sá á Reddit. Vinur hans kom í heimsókn til Køben. Já, bara alltaf að vera andlegu stuðningu bara. Nei, já, þú veist, hann kom til þess að fara á tónleikana. Já. Radiohead tónleika. Leiðilega sem banda allra tíma. Jók, sagði enginn. Nei, sko, núna samt coverum við sko öll base. Ég elskar Radiohead, þú hatar Radiohead. Þannig að allir eru ánægðir. Allir sem hata, þeir sem elskar. Ég hata ekki, það er þungt yfir þið. Það er þungti, sko, Tom York er alltaf þunglandast maður á jörðinni. Já, er það ekki hann sem er veikur? Hann er með sko sýkjung í hálsi. Ég veit ekki hversu bjartsýnn ég þóra að vera með þessa helst tónleika á föstudaginn. En þetta samt ekki sko, nú hef ég heyrt með ykkur tónlistamenn að þeir fáið sýkingu í háls. Já. Þau heyrt sterasprauta. Já, steratöflur, ég hef notað steratöflur. Hefur ekki þurft að sprauta hérna svona? Nei, Friðrik Ómar hefur lentið því. Það er ekki. Friðrik Ómar. Friðrik Ómar, Frómasinn. Frómas. Já, ég las einhvern viðtal við hann. Það var hann látað að sprauta sér til þess að hann kæmist upp á svið í Eldborg í Hörpu. Já, vitringarnir 3 eða eitthvað. Með Jókvan og honum Eyþóri. Vinið þáttarins. Hefur hann komið það? Nei. Hann hefur komið svo oft til mín í viðtölu á X-inu en hann væri ótrúlega góður gestur. Ég hef gaman að vitringunum 3. Veistu? Veist þetta er orka. Þetta er Jókvan, þetta er Eyþór, þetta er Frómas og Tom York. Andstæður. Ég myndi sko ekki neina mæta á þetta. Nei. En ég samt svona held með þeim einhvern veginn. Já, ég líka. Það er einhver húmorum hefur séð. Ég ertu með það á Instagram. Nei, með Eyþór. En ætli, sko, nú er Frómas, Jókvan. Er Jókvan, sko, ekki að skipta einhverju máli, en ég bara hugsa þetta áður. Er hann gay? Já. Nei, okay. Hann á konu. Já. Sem er ekki skegg. Já, þú veist. Sem er ekki með skeggrútt. Ok, það er gott. Nei, þetta er wholesome orka. Hann er skemmtilegur. Ég var í 30 samlega frænda minnum. Já. Og þá splæst í Jókvan sem svona skemmtadri. Já. Fyndin. Já, bara uppistand. Já. Eftirhermur. Já, fyndin. En allavega, þú ert að fæta til Køben og hann er með sýkingu í háls. Já, Tom York sem sagt. Tom York, söngvarinn í Radiohead. Sko, peningarnir sem eru í húfið þarna, hann hlýtur að vera með svona 12 lækna á bara 24/7. Þetta telur á 20.000 manna. Já. Sem er að fara að leggja leið sína í Royal Arena í København. Meðal hann sé ég. Þannig að þetta kemur í ljós, held ég á morgun hvort þetta verði. Já, en þú gerir gott úr þessu. Ég með okkar stað. Hei, þú getur gefið mér recommendations. Ítalski veitingastæðurinn sem að eitt félagi minn á. Heyrðu, ég með hugmynd. Við tökum eftir smá pásu og þú tjekkar á þessum stöðum af því að þá kannski fílar hlustundur að fá svona að vita hvað er gott að gera. Svo endar kvöldu á Amigos sem er gay-sána. Gay-sána, ég myndi fara þangað í vettvangsverð. Á stúdíustræði. Ég myndi fara þangað í vettvangsverð. Bara hæstrákar. Ég er lifandi. Já, allir það ekki. Ég er náttúrulega, hvað heitir þetta? Twink. Þar hitti ég íslenskan tónlistarmann. Alveg rétt. Sem að við skulum ekki nefna nafn. Nei, búið það. Við erum búin að nefna það nafn. Þætti 20, við getum tjekka á þessu. Og Patreon eða eitthvað. Heyrðu, þannig að það er alltaf milljón hjá mér. Ég er að leigja íbúðina mína út á meðan. Ok, þú ert lengi. Já, ég er svona fyrir morgun og sem sagt í dag fyrir þá sem er að hlusta og svo til sunnudags. En málið er að ég vaknaði í morgun og ég fattaði það að gæinn var að koma í dag en ekki á morgun. Ok, ég vona, þetta er ekki kínversku fermaður. Hann er frakki og hann er með góð reviews. Já. Það er nummer 1, 2 og 3. Hann sendi eitt gæinn með fyrst, bara hann reyndi að bóka og sagði fyrst Can I smoke on the balcony? I will close the door. Og ég sagði Nei, bara drullaði burtu bara, en þessi frakki er cute og hann er að fara að mæta með sinni sínum eða eitthvað mjög wholesome en ég þurfti að laga baðherbyggis tjekka á þeim þú sé ekki alveg, ding dong, ég volt hérna, ég er að fara vittlust maður kíkja hans inn
En ég þurfti að laga baðherbergisvask áður en að þeir komu, þannig að í morgun var ég komin í Bíkó að kaupa pípulagnir og svo þurfti ég að saga úr skúffunni svo að það myndi passa. Sko, Svenni, við áttum mjög mismunandi mótna hérna. Já. Af því að á þessum tíma varst þú held ég bara vakandi. Já. Þú veist, já. Já, svona að sofna. Að sofna. Og meðan ég var í Bíkó, bara hæstrákar. Já. En þetta allavega hafðist og ég brunaði svo hingað og í góðum feeling. En ég er búin að vera að passa hús undanfarna viku. Hjá mammiðinni? Nei, hjá systur minni. Í Urriðaholti. Já. Ég er núna að larpa sem svona útkverfisgaur. Finnst þér ekki næs? Það er ömurlegt. Ok. Já. Þetta er svo depressing í alvörinni. Þú þarf náttúrulega að vera á bíl sem er mist alltaf leiðilegt. Mist og næsir svo hérna niður í bæ. Ég legg bílnum og ég kannski keyra hann ekki í því 4 daga. Já. Ég er að fjarlæga smiðbæinn. Þú veist. Þú veist að Ég er að fjarlæga smiðbæinn. Já, en ekki samt í Urriðaholt. Það er kannski aðeins að það. Nei, en ég er enga við þetta bílandi atriði að skella sér í bílinn. En svo er engin labbandi þetta er bara eins og draugabær. Já, það er bara þar sem heitir daginn. Já. Ég get settið það að ég er að vinna í þannig umhverfi að það er, ég held að það sé svona, ég ásamt nokkrum öðrum í minni starfstétt sem að búa í miðbænum. Já. Og það eru mestmegnis konur sem að fá taugafall þegar frétta í búi í miðbænum. Nú? Hvað er bílastæðin? Hvað leggur í bílnum sinni? Fólk og þessi fokkin bílastæði, sko, það þarf að chilla. Og ég einhver svona, ég finn stæði hér og þar og bara ég lifi. Fólk býr í New York, sko. Annarkvært þykir sér vera framhaldsskólakennari í innskólanum eða nemandi, fyrir eftir útliti. Í dag myndi sér nemandi. Nemandi allan daginn, hún er Stússi og Nike og svona. En þarna og stel stæðum þar og tek stæði að ferðamenn. Sem mér finnst bara finnst ekki flott hjá mér. Mér finnst að vera mannréttindi þegar ég sé Íslendings. Bara vegabréfið á loft, bara drullaðir. Ég er þarna Íslendingur. Sem er að leggja við innskólan og ég segi, I'm a student at this school. Já. Why would you steal my I have to go to class. Take this duster somewhere else. Þá var ég svona fítnum fötum. Ég sagði, I'm a teacher here at the school. I'm a professor. Yes. I'm gonna have Professor Sven and I'm gonna have a lecture. So can you please remove the vehicle. The duster and fuck off. Já, þetta er nefnilega, það er ekkert mál, fólk býr í New York, fólk býr í borgum og það er einhvern veginn, finnst mér líka alveg galið hvað fólk verður sko heimsborgaralegt þegar þú ert sko flugvél er tekin á loft. Og þá ertu til að kaupa lestakort í hvaða borgsum þess. Eða strætókort. Allt í hennu elskaru almenningssamgöngur. Stelpur, því það er ekki bara Subway. Já, hendur ekki bara Subway. Það farið bara út í Bakerloo. Ódýrt og flott. Það er ógeðslega gott Subway hverfið. Nei, þarna atriðið þarna í New York. Já, Subway. Það fólk finnst það cool út í útlöndum, en hérna er það svona ákveðið svona, þú ert með stimpilega fyrir strætó, þá ertu bara öryrki eða bara svona innflytjandi eða eitthvað svona sem á bátt eða eitthvað þú ert eitthvað svona læri samnefnar af típu. Já, eða þú veist, fyrir fólki ég horf ekki að þannig ég er oft í strætó, minnst það bara gegja en þegar hann kemur en það er hann þess að en nema hvað að Urriðaholtið, það er hérna bar sem heitir Daginn. Já, það er eitt bar þar og það er líka það sem er svo ánægð með þarna í minni starfstétt sem eru sko þarna nei, þú eru bara að flytja í Urriðaholtið og ég segi, já í alvöru, fólk að segja nei, það er alveg æðislegt, það er bara þarna sem heitir Daginn og skrifa sko svo er IKEA D-I-E-N-N Daginn svolítið smá Gísli í þessu með Nice nei, þarna Gísli Kokkur því hann er með eigum sko Nice staður heitir Nice Nice og Daginn og Skál og Daginn það er svona í sama þema hittir hann Daginn? Já, ég bara á Skál flottur, hann var leið til Lundunar jú, í underground í pop-upi já, einmitt, ætlum að vera ekki þreyttur eða fara alltaf eitthvað svona út að elda svo fer hann til Vestmannaeyja og bara kjarna sig sinna orku þann það er orka byrjar allt í Herjólfi byrjar í Herjólfi, eitt síður en þetta finnst fólki alveg frábært að búa til Urriðaholti og fara á Daginn Costco og svo kemur alltaf svo er náttúrulega bara IKEA bara handla við hotni og ég segi já, lappið þangað nei
Nei, það keyrt. Það ekki hægt að labba neitt hérna. Og svo sko þetta smá svona nákvæmt nöldur, en það eru 600 hraðahindranir í þessu fucking hverfi. Já. Og þú veist, bara svona bullshit. Flottasta sem ég finnst við Urriðaholtið þegar þú keyrir inn og það svona velkomin í Urriðaholtið. Wow. Vistvænt bær. Þú veist, saman hvað það þýðir? Já, í holtinu. Já, hraðahindranir, vistvænt, vá. Ég að upplifa útkverfis martröðina. Gated community. Já, þetta svolítið þannig, já. Það vantar bara hlið og öryggisvörð. Þú veist, ég meina, þau myndu örugglega öll vilja þarna. Og svo, þú veist, þetta orðið svo fucking huge. Það skóli, leikskóli og það enda að vera að bæta við. Það skóli, það leikskóli og daginn. Daginn og Costco IKEA. Ég borðaði í IKEA. Nýtti mér hérna staðsetninguna og fór og fekk mér kalkunabringu á IKEA. Ég fór á laugardagskvöldi. Hún var góð. Já, maturinn í IKEA góður yfir höfuð. Að segja þér. Það var laugardagskvöldið. Í seinasta þætti var ég að nöldra yfir hvað matur frá veisluþjónustu getur verið ömurlegur. Já, þannig að þú fórst í IKEA. Já. Þú fórst svo í partí. Já, svo fór ég í partí. Sko þau sem voru í matabóðinu sem ég var að fara í, þau voru búin að panta mat frá einhverju veisluþjónustu, þurrbringa, allt ömurlegt. Þau vita það og þau ekki ánægð. Þau þykjast þeirra ánægð. Það er allt of mikið. En sko svo á meðan, ég í IKEA, juicy kalkunabringa, röð út í raskat. Ég ætla að fara þangað eftir. Já. Í þingunni. Já, gríns. Fengið þér þarna desert og svo í Rísalamand. Bjórinn ódýr og bara... Ég er búin að segja frá því ég datt í IKEA. Já, ég held það einhvern tímann. Áttu svo alla smávörudildan eftir. Verslaður og leiðin út? Kefsla mikið. Keyptir eitthvað? Nei, þú þurfti ekki að leiða upp í heim. Já, ég mitt satt sko. En það ódýrt vín. Það ódýrt vín og ódýr matur, fínn matur. Ég fer bara þangað og svo fer ég í partíð. Þannig að þú veist, þetta var statement hjá mér sko, líka. En það var röð út í raskat. Laugardagskvöld. Fólki var mætt. Það var svona 600 krakkar, öskrandi. Og var fólk að hella í sig? Einn og einn bjór sko, en fólk var aðalega bara, þú veist, að hella í sig einhverju Pepsi og veist, að því að það er vél, skilur rosalega mikið Pepsi Max. Það er mjólk á krana þarna. Ísköld. Og ég var að reyna að komast í servettur eða eitthvað og það voru 2 gælur sem lágu bara í mjólkinni. Það voru bara líka við byrjar að drekka beint úr krana. Það var ekki lagt að svo það lagar. Eða hvað, ég meina, fólk lætur ekki stoppa sig. Mjólk á krana finnst mér vera kriminalhægðun sko, en allavega Urriðaholtið, what a place. Ég get bóðir í mat í næstu viku. Ertu ennþá að passa? Já, ég er alveg þangað til 18. des. Ok, gefðu mig lykil. Konti fagnandi. Og þú getum bóðið fluffu vinkonunum hann á með og... Það eru margar það. Já, það er bara, já, það fær afslátt. Ég er að fara fluffi hitting með 2 fluffröðum. Já. Sem er ein önnur býr meira sér Urriðaholtið. Ég fæ lykilin í íbúðinni. Já, kíkja við. Pottur þarna? Pottapartí. En svo er spurningin, húsið er sko ógeðslega næs. Já. En er það worth it? Maður spyr sig. Þú veist, það er tómlegt í stóru húsum líka. Já, og tómlegt í svona útkverfis stóru húsi. Það er engin labbandi úti. Nei. Ég er svist á efra hæðinni og kærastan á neðra hæðinni og ég er svona, hæ, ertu þarna ennþá? Eða skilur þetta er svona, halló. Ég er ekki hrifin, ég er bara bæjarotta og það er í góðu lagi. Bæjarotta í litli íbúðinni. Já, sem ég elska. Mér langar ekkert í stærri íbúð. Það er bara magnað hvað mér finnst það kósi. En fólk vill bara mismunandi hluti og ég er ekki að fara að sannfæra fólk um að það sé betra. Það er bara að henda mér. Auðvitað hendar þér. Jútti bróða. Og þannig að þú veist, fólk bara fer til Eyja, býr þar eða Urriðaholtið og ég verð bara niður bæ að leita stæði. Allan daginn. Hvað með stæðin? Pældu samt í því hvað þetta er fáránlegt hvað fólk hefur áhyggjur af bílastæðamálum. Það er eitthvað sem alltaf sem býr ekki þetta eins og bara fólk út á landi sko. Hvernig er þegar þú kemur heim frá Ameríku þarftu að leggja bara við skóla og lappar bara heim já, en hvað með veðrið? Bara já, úlpu þetta er frekar basic eigum að taka smá pásu koma aftur já, við þurfum ekki að fara yfir einhverjum hluti sko, mér langar eftir pásu bara svona til aðeins að fara yfir þetta mér langar að fara í þína viku eftir pásu svo langar mig að fara í Svenna meðmæli í Köpen. Já, það er svo mikið stöðum. Þetta bara... enda allt saman á Amigos. Gei sálinni. Allir vegir liggja. Allir vegir liggja þangað.
Syndaselir. Ég var að fatta að við erum ekki einu sem er drikk. Sko, ég er með drikk, en ég veit ekki Það er fundur uppi. Það er eiganda fundur uppi og það er svo, fólk sem á hluti geta verið svolítið ógnandi. Svona. Það er skrítin orka. Já. Við erum á veður, við erum glimma. Ég fekk áminningu í gær. Við erum í kjallaranum. Frá einni stór vinkunum minni. Já. Þetta, hún var að segja að við þurfum að þarna vera duglegri að nefna að við séum á veður. En, en við erum alltaf á veður. Já. En við getum alveg nefnt það líka. Þannig að við erum á veður. Já, og það er eigendafundur á veður. Gjör svo vel vinkuna. Já. Já, það er alveg fínt. Og ég líka bara að sjáta á þetta. Þetta er bara, þú veit ekki jólalegt. Já, það er bara að æla yfir. Ég sendi mömmu helgina. Já, var hann ekki á hann. Það var hún var í saumaklúbshitting. Já. Það byrjuði snemma. Það fór í hádeginu. Fröken Reykjavík. Sem ég er að fara út að borða þangað á Laugardal. Nú er ég að fara þangað. Já, nú kemur að því. Já. Ég er að fara með það station helgi á Sveg. Let's go. Fara eftir yfir það. Líka hér, Köben. Já. En sko, vá hvað það voru húrrandi, sko, syngjandi ánæðar með Fröken Reykjavík. Það var eiginlega enginn þarna sagðan. En maturinn frábær. Þetta er smá laumustaður. Fröken Reykjavík. Þetta er hótelstaður. Sem að þeir eru oft svolítið faldnir, sko. Já. Eiga það til. Þetta er víst bara með betri perlum. Já. Reykjavíkur. Svo ætlaði þær á Lóla. Ég mældi með Lólu. Í drikk þá? Nei, í mat. Í mat, já. Já, þannig að það tóku lönns. Lönns í Fröken. Þetta var alvöru saumó. Milli drikkur á veður. Alvöru saumó. Já, ég sendi það hingað. Og svo Lóla, ég mældi með. Ég sagði, ég geti farið á Lóla. Ég hef ekki farið, en ég heyrt góða hluti. Heyrðu, þá er eini í hópnum sem að sagði að hún hefur heyrt ekki góða hluti. Lólu mína? Já. Þannig að þær fóru á Sumac í staðinn. Solid. Já, það er solid. Fyrir saumó. Já. Og það voru svo miklum ham, eða fótt drikk leið. Ég sendi það líka á Amadon. Já, fóru þær þangað. Já, líka. Þær gerðu það. Já. Þær dinglu á bjöllinu. Já, þú veist, að því að sko Þetta er saumaklöpur. Þetta er konur úr Garabæ. Það eru hlíðunir þetta upprunalega. Þú veist, þetta er ógeðslega skemmtilegur vinkonuhópur, sko. Tannlæknirinn minn er þarna og kona sem átti eldofnin þarna í Grímsbæ. En þau seldu svo. Konan hans leikara. Já, Eva. Það. Þekkirðu Eva? Nei, en ég þekki til í kringum. Ellert leikari, maðurinn hennar. Þetta er skemmtilegt par, þeir eru ógeðslega skemmtilegt. Eða svona hjón. Já, það var fjölskyldur. Nei, nákvæmlega, það var fjölskyldur. En þau, sko, þetta er smá, svona, þau komin svona, ekki að eftirlauna aldrei beint, en þú er 60-65, þá kannski nennir maður ekki að vera 24/7 veitingastað, þú vilt bara fara til Ítalíu, þau eru svona Italiano-files eða hvað sem það heitir og fara þangað og kaupa kaffið og elska að vera þarna Flórens og svona, og þá er bara fínt að fara á þess að vera að hugsa um einhvern veitingastað, ég skil það. Þetta er fólki sem að vaknar og hugsar lífið er betra á Ítalíu. Ég ætla að fá mér einn espresso á Ítalíu. Og ólífólju. Espresso. Herri, þannig að mamma en var hún ána með þarna þannig að þau fóru ekki á Lólu, fóru frekar á þarna í Sumac. Endur svo Amadon, það var svona þráins þema. Heyrðu, það er rétt. Já, það er svo skemmtileg orka yfir skemmtilegum saumóklúbbi, finnst mér. Af því að mamma hringdi í mig, sko, og ég var á spíkar í bílnum og það voru bara gaggandi. Hvert er að fara? Þú ert svona típa. Já, ég gæti fara að Amadon, ég skal hringja undan og það er svona spesial og svona, gaman. Flottur hann dannið. En hvernig var þín vika, Svenni minn? Hún var bara mest magnisróleg að mig minni. Þú fórst svolítið í flug. Já, ég var bara að vinna. Já, það var vinnuvika. Þetta var vinnuvika, mikil. Já, vinnuvika. Já, ég í raun og veru gerði ekki raskat í vikunni, en tók það upp í gær. Þú bættir það upp í gær. Já. Þannig ég fór út að borða ég fór í drikk í fyrradag, 3 drikki. Ok, hvað það er eitthvað flott? Yellow wine þimmi. Ég sá það í story. Yellow wine. Sko, ég veit ekki á hverju. Do you have like an orange wine? It's made of orange. Það fer smá í taugatuna með þetta gula vín. Sammála. Þess vegna fannst mér ógeðslega fínt að taka svona yellow wine þimmi. Og ég fór á vínstúkunni og ég sagði, ég ætla að fá yellow wine. Já,
og þau bara, og það er bara ekki málið. Já, heyrðu, ég meina æðislega hérna. Óbærslega skin contacted vín. Ég meina náttúru, það veist, fjósalyktin alveg, sko. Viltu fá svona skrítið vín? Já. Ég segi já. Komdu með mér í ferðalag. Og já, taktu mig með í ferðalag. Gula vínið. Já. Þú ferð þangað. Og það búið jólaskynum þar. Í stúkunni? Já. Ég ætla að kalla það stúkan núna. Stúkan. Hei, það er svona nýr sportbar. Ég veit það. Stúkan og vínstúkan. Já, sem er rétt við. Ég var að tala um daginn. Já. En við sjáum hvað sittur. Já. Þarna ég, og svo þarna ég kíkti á skál. Í dinner? Já. Ok. Og bara þar. Og fekk mér einhver svona lamb. Já. Sem er flott. Bara allt solid. Og það er einhver svona karva ceviche. Fínt. Ég smakka báða þessa rétti. Þetta er mjög solid. Þetta er svona sem þú myndir fara í. Þar fekk ég mér líka yellow wine. Jésús, Keli á barnum bara komdu fagnandi. Og Heiðrún vínkona þarna. Já, Heiðrún vín, sérfræðingur. Djúvillig hlakkaði henni þegar þú pantaði gula vínið. Já, ég fekk einhver svona vín og hún sagði mig frá því. Og það var einhver, fekk vín frá einhver manni. Og hún þekkir eigandan. Og hún þekkir hann. Já, nei, hún þekkir hann ekki. En eigandinn er sko borderline þroskaheftur. Það er geggjað. Og hann fekk einhverju vínegru og ég bara, já, heyrðu, held í glasið. Já, ég elska vínu til þroskahefti. Það er akkurat vínu sem ég vil. Varst ekki þetta saman sem ég bjóð til á dill? Jú. Með þarna ég desert-gigið. Nei, ég er að rugla saman þá. Sem ég lauga væri þroskaheftur sonur, þroskaheftur, þetta væri þroskaheftur sonur, að barnabarn, gæjan sem býr til þetta. Býtu, já, hvað er með það? Og ég byrði til eitthvað rísa sög, eitthvað svona, já, and then he's like a retarded, his grandson, so he is like makes this and he taps the bottle, so jari. Það er bara lígi. Það var lígi. Frá upphæðu til enda. Bara fólki á dill. Fólki á Michelin stað að fá eitthvað bull. Þetta vermúð, geggja vermúð. Já. Og ég á kominu eitthvað rísa, búin að fabulur eitthvað rísa sögu það að, já, þetta væri, hann væri þroskaheftur, barnabarn, gæjan sem býr til það og hann sem tappar alla flöskunnar fyrir hann var bara búin að vera ekki að sjá, we can see the label, bara here he is, bara the retarded grandson of this winemaker makes la. Og það mátti ekki segja sér vond. Nei, af því að hann er náttúrulega þroska. Já, hvað er það að vera? Það er ég fer á Oaks og það er verið að henda út þessu vermúð í dessert. Já. Og fæ bara þessa sögu. Auðvitað, and then he's like this retard ég bara eitthvað I know this story ég þekki þessu sögu, ég kann hann utan að og ég bjóna til. Sagðirðu það? Nei. Fokka það við, þessi saga er ennþá að ganga. Manstu hvað þetta vermúð heitir? Já, þetta er geggi, ég man ekki hvað heitir en þetta er ógeðslega góð vermúð. Þú getur farið á hvaða bar sem er í Reykjavík og spurt the retardation wine. I will have the retardation wine with the red tappi with the red tappi. Og þá kemur gæinn bara, heyrðu, já, þetta er geggja vín eða vermúð. Og ég var komið einhver sko, svo var ég mjög svo bara að bljúa mig til staðsetning, þetta er einhver ítalsku vermúð og ég var eitthvað, já, þetta er bara eitthvað svona, svo var eitthvað svona, shit, hvað hann hefði segið þetta shit, þá var eitthvað, já, býti, hvar byrja Víkingur eftir? Já, Brescia, Ítali. Brescia, svona ákvæmur. Gersens, norður Ítali, þetta var bara eitthvað mið. Sko, ef þú nefnir stað. Ég var bara að ljúa mig til sko, að það væri þroska eftir þarna ég. Brescia. Gæjans, ég var bara að ljúa mig til staðsetningu, þetta er frá Suður Ítali. Sko, ef þú segir einhvern bæ á Ítalíu sem enginn veit hvað heitir, þá er það selt. Það að 90% fólkinu sem að drakk hana vermúð frá mér, fannst bara sagan betri en vín. Já. Og að því að 99% af víni er í rauninni stemmingin og sagan og lígi skiptir ekki máli að því að þetta er placebo, þú bjóst til söguna þau trúðu sögunni og þau upplifðu það þannig. Já, ef þú ert að tala um bara vín og líka koktela, saga koktelana til þess bara, þú veist Ernest Hemingway þarna partíið og bara fullt af sögun sem er til. Þetta er allt saman lígi. Þegar ég held kokteilnámskeið, þá segi ég þetta. Ég segi bara, ekki trúa neinu sem ég heyrið. Því að allt saman er kenningar. Hvaðan kemur orðið kokteil? Það eru allt bara kenningar. Hvenær var fyrsti kokteilin gerður eða bla bla bla. Þú veist, þetta er allt saman bull. Þannig að ef einhver ætlar að busta mig, þá segir bara, þú ert að ljúga með hennan þroskahefta þarna ég er barnabandið þannig í norður Ítalíu. Þú ætlar að segja, nei, þetta er kenning. Í Bersi, já, þetta er kenning. Hann var smá eftir á þessi víngaur. Ég lagði fram kenningu. Hann var smá sló þarna. En já, þetta er, sko, barþjónar elska bulla í fólki og maður það bara
og fólk kanarnir bara já, guð minn góður hvað þeim var skaman því var bara, and then we have this retarded grandson of this guy, þau bara, are you allowed to say this in Iceland? Ég bara, yes, of course, but don't you worry about that. The more you say it, the better. Yes, já, og svo seize the moment, guys. Use it. Já, og þú veist, og svo einhver bara, yes, the word cocktail comes from the French word for eggjabikar. Cocktail. Já. Þú veist, þetta var bull. Það bara til ljúsöllu. En þannig ég fór þarna á skál og fekk mér þetta fína vín. Svo fór ég heim að því ég var að vinna morgunin eftir bara fyrir náð, langaði ekki að fara heim, það var svo mikið stemning það var Ari bakari, fallaði sér bakari heimi já, sem bakar fyrir 280 bakari já, 280, akkurat, sem að ég fór daginn já, ég nefnilega að fara þangað eftir ég ætla að fá mér það koma einhver svona jólasnúð eða svona jólabála pósin þeirra virkaði ekki því ég fór þannig að þú veist það frýtt hann sagði, þú kemur bara að borga setna þú verður að gera þannig Ég er bókstæðilega að fara að gera það eftir hann þátt af því að þetta var fyrir akkurat viku og ég sagði þið, ég verði þetta næsta miðvikudag ég kem og ég borgaði hann 2.000 skall Það Beggi sem að var framkvæmdastjóri UNICEF hann þarna afgreiða hann ætlaði ekki afslátt den ég sagði, ekki gefa mér afslátt hann ógeðslega næs, það var heldur gæðin sem að þú veist, hann var bara eitthvað, ég sagði bara eitthvað já, ég bý bara nálægt, ég kem bara að borga hann bara eitthvað, já, ekkert stress, þú kemur bara að borgar þú veist og þetta svona, hei, við erum að sjá lokali við erum að reyna að fá svona vinalega stemningu ég ætla að labba mér og sjá til þessu borgir eftir ég er að fara að gera það, allan og engin afsláttur nei við borgum uppsettverð 20% afsláttur og 2.000 kalli það væri samt sætt 800 kall flott en já, þarna var með sexy bakari á Íslandi að falla þessi bakari, að það er líka svo góður þarna var svo fleira fólk komið Gústi bakari labbaði inn og það komið stemning á skál og ég veist að djöfull en ég þurfa að hætta í mínu yellow wine ævintýri bakara þema hana mikill bakara þemi og þannig ég fór að vinna morgun eftir en svo fór ég í gær þá fer ég heim til mín eftir vinnu legg mig smá svo kík ég út þarna þurftur ekki að fara svo að vakna daginn eftir í vinnuna nei, þarna kom fríspjald og veistu hvað næs að koma heim til sín og við erum eitthvað, ég ætla að leggja mig áður ég kíkja út eftir svo vaknaði ég og var eitthvað leiðsmáður sem ég verið þunnur ég vaknaði bara einhvern 10 lit eitthvað svona tímamismuna ekki einu svona tímamismuna bara, þú veist, þetta var bara vinnudagur sko, en að því sögðu þá vaknaði ég og hugsaði já, ég verða að kíkja út þannig ég fyrir góða sturtu henda mig góða ylvatni sem ég kefti í gær nýtt shit shower shave já, shit shower shave, bara í orðsinsfylstu og ég gerir mig glaðan dag fer í lakkskóna mína sem ég kefti pússaðir já, vel pússaðir og hugsa, nú kík ég út en ég fór út og hitti samfélkingavinkunum mína sem var með okkur í Eyjum já, Sigrún hún er skemmtileg, mjög skemmtileg já. Og þarna var Fanny Dóra líka kokkur og ég hvað er hún að kokka? Hún talandum við þurfum að fara í það eftir hún er einn af þessum frábæru kokkur sem er komið bara í eitthvað mötunni já, sem er svona gól hjá mörgum kokkum sko. og þannig að hún er í mötunni hjá Vís eða eitthvað og ég fyrir að hitta þar að kalda sittum þar, hittum Gogga alltaf í stuði flottur ég hef aldrei hitt hann ekki í stuði Goggi á kalda hann er húrrandir hér ég var að segja með Goggi, þú ert að fá þér svona þú ert svartu maður, þú ert að fá þér hvítan ból við erum denim ég var ekki svona farin að ég var stuð kennunum, var hann ekki ánaði með ráðleggingar ég sagði þetta er flottir fyrir því svartir menn í hvítan ból sem verður svo fresh og tennurnar lúk alltaf svo hvítar ég öfunda það líka og þannig að djúvill er hann flottur hann er ekki að gera og hann var að fara yfir hann er með eitthvað skóla, við þurfum að fara í gegnum að setna eitthvað svona þjóna eitthvað svona að fara í gegnum eitthvað svona ég tristi honum alveg fyrir að kenna það bara að kenda okkur allt sem þú kannt nákvæmlega og hann í raun og verið byrjaði hann sko var maður sem kendi mér fyrst að vera barþjóð árið 2005 bara GOT og á línuna 20 ár síðan shit, hann er búin að vera svona lengi mikið mojito og svo kendaði þær að gera mojito og dansinn sem hann dansar sem að ég man ekki hvað heitir brasilíski tango en þannig erum við og við sittum og það er ógeðslega góð stemning og ég gleymi því alltaf hvaða er geggjuð stemning á virkum dögum á Kaldabar og eiginlega bara vinstúkunni líka og bara öllum þessum stöðum já en þú veist vinstúkan sem smáður með allri vinningu fyrir vinstúkunni á vinstúkan til að vera eins og svona
Já, svona athvarf bókasafsfræðinga á virkum dögum. Já. Það eða lesbískt bókakaffi. Það kannski það er eitthvað svona Nora Jones á fóninu stundum. Já. Nema það Elsa sem þarna. Já. Sem bara hip-hop kona. Já, þá... Og líka Steinar. Svo eru sumir starfsmennandi sem gleyma sér aðeins í Nóru Jones. Og þá verður þetta hvað lesbískt bókakaffi. Já, fyrir lesbískir bókasafsfræðingar. Vá, það er bara loksins það er með athvarf, segja nú bara. En það er fínt fyrir það að geta verið þar á virkundum. Já, en svo líka, bara, sko, ég verð að skjóta inn í að það verður líka oft svona geggjubransa stemming á vinstúkunni á virkum líka, en það kannski bara inn á milli, skilju. En Kaldi er alltaf í stuði á virkum. Kaldi er flottri virkum og við sitjum að þau erum bara ekki að spjalla og ég er eitthvað þarna, og ég er eitthvað svona, vá, hvað er eitthvað næst hérna, la. Svo situr eitthvað fólk þarna á kantinum, einhverju fastagestir og bara rosa ánað og svo kemur einhver maður inn. Og ég horfa á hann og það er píanó að Kalda sem er hættulegu leikur sem það er bara að læsa hengilás og ég sé þennan mann kom inn svona maður, hann verið svona leðurfötum leit út fyrir að vera einhvað svona nýkomin af Honda hitting já, svona Honda þarna í móturhjóli bifhjóla maður og ég sé einhvern veginn að hann byrja að gera sér líklega sem fara að mynda þetta píanó og ég byrjar að horfa á það hýrum augum og svo byrjar hann og fær sér sæti það er konsert fuck me maður og þetta var ekki eða bara slögt á tónlistinni og þetta var ekki, þú veist, það er einhvað nei, þetta var eitthvað svona þetta var svona Eldborgar Tom York eitthvað já, svona, hann var á Eldborg já. Og þú veist, hann lokaði augunum og hugsaði sér að hann væri á flíklinum í Eldborg með Víking heiðari bara hinum með við píanói bara, já sko, er tónlist á Kalda já, það er nefnilega, það er tónlistar og það var skemmtilega svona 90s hip-hop stemning Mario, Let Me Love You var fónunni til labbaðinn, geggjalag það þurfti bara slökk á því þegar hann Let Me Love You, svo bara byrja maðurinn ég sett á Instagram á okkur þannig að þú gerði það á Syndarsili gott svona plugg fyrir Instagramið þarna sjáu þið svona hluti sem við látum í story ég var alltaf þegar ég fekk mig gulvín þá það setti ég það á Instagramið en ég ætla kannski að gáða því náðu smá lagbút úr þessu og ofbeldismadurinn á Kalda píanóinu og málega er að við þurftum frá að hverfa planið var að kíkja í eitt drikk hinga á viður en við fórum fyrr hann á alltaf var og ég ætla að gáða því nápið já, sett í alveg heyrðist við það? Já. Þetta eru feilnótur, sko. Já, honum fannst þetta ekki. Hann er ekki einu sinni að gera þetta ágætlega. Gæti verið að var stilt píanó. Nei, hann hitt ekki, sko. Nei, ég horfði á þetta í gær og rittist. Þetta tónlist sem aðrið þú. Þetta var bara hryllingur. Þetta var hræll. Heyri, en versta var að það var hópur í hotninu á Kalda sem að, sko, þau halda að þau séu ógeðislega kultivirsjörið og flott. Þau halda á Kalda. En in the end er þetta bara fyllibittur. Auðvitað. Og þarna, sem er alltaf góður. Þau eru að vinna í skáldsögu. Þau voru, já, þau sátu þarna og fylltu svona lotningu yfir sem ókunna herramanni. Og ég fór bara út og fekk mér Beyond Blue. Og áður en við fórum þarna. Svo kælaði bara. Já, og ég heyri í þeim bara eitthvað, hvað hvernig geggjar. Í alveg. Svo kláraði hann þetta, sko, þessi lagbútur sem ég er að spila hérna úr, þetta tók hann svona 10 mínútur að klára. Já, það var verk. Þetta var verk. Og svo heyri þannig búin, þá heyri ég þessu fólki. Og svo heyrist meira og ég bara, nei, þannig ég fór að snöggra ekki sígaretuna, fór inn og þá er hann byrjar aftur. Og ég horfi svona íllum augum á sama lag á þessa fyllibittur sama lag eða? Þú veist, svipað. Já, svipað. Já, það var svipað þemi. Auðvitað styrkjaðu þessa hegðun. Og þannig að ég eitthvað svona fer og þá fer ég fússi og borga reikningin. Þau ekki að hvetja. Ég þarf að fara í hann og það sem að mér varst vest við þetta fína starfsborga Kalda þau létu bara hennan hræðilega ófögnuð. Þú veist, það sást á mér og við erum
ok, það voru kannski ekkert margir þarna. Þetta hópurinn þarna sem að fannst að vera ógeðslega flott, skáldin sem að klöppuð upp. Þetta píanóleikarinn, svo einhver fólk í hotninu og svo erum við 4 þarna. Og við erum að drekka bjór. Já. Ég virkur neitandi að fá mig bjór. Heyrðu, svo byrja þetta, ég svona segi einhver svona, heyrðu, þetta finnst mér ekki alveg nógu flott í þarna stemning. Já. Þau ekki, nei. Já. Ok, ekkert mál. Svo bara leyfa þessu manni að taka þarna mörg vers og hann að ég fer og ger upp reikningin og ég segi einhver svona, þú veist, ég bara láta ykkur vita að ég að fara út af þessu manni hérna. Já. Sem á þessu píanói. Rammfalska píanói. Mjög fair. Og þeir eitthvað, já. Þannig og þarna held ég að þessi maður sé einhver ferðamaður. Þannig ég einhvern labba til hans og segi einhver svona, þú veist, þetta ekki lagi. Já. Og hérna myndi bara ekki skilja. Þannig, þú veist, þetta var svona mitt til þess að geta fengið bara útrásina. Já. Skilja hann. Lítur greiði maðurinn á mig og segir, var þetta ekki lagi? Æ. Og ég urlast úr meðvirkni. Auðvitað. Og ég nei. Og þarna Fanny Dóra Kokkur, chef í chef, hún segir við mig, Svenni, út núna. Bara ekki meira orð. Já. Bara þú byrjar að grafa ykkur á hólu. Já, af því ég ætlaði að vera eitthvað, nei, þú veist, ég var svona kortir að fara að vera eitthvað svona, ég með smá cash hérna. Já, viltu ekki taka þetta aftur? Þú myndir setjast á gólfið. Ég eitthvað stelpur 4 bjóri viðbót. Þannig að hún mánu eiga það, hún svona reyð mig brút. Já, þú varst byrjað að grafa meðvirknishólu. Já, þá fór ég hingað. Sko, ég vil líka minna á að þessi maður leit út fyrir að vera í móturhjóla gengi. Já. Sem að svo steikt, sko, en allavega, já. Sem að hefði alveg verið fyndið ef hann hefði komið inn og tekið, þú veist, Kim Larsen og gítar. Já, eða bara þess vegna bara pianomenn, fuck it, skilur. Hendum bara í klísjuna, skilur. En herru, beint á veður. Klift í það, ég fyrir að veður og ég segi bara, ég þarf að fá mig bara espresso martini sem nýjasti go-to drikkur. Hann góður, hann vinsæll út af góður ástæðu. Ég þarf, þú veist, þarna ég líka með þreyttur og ég eitthvað svona, ég ætla að fá mér espresso martini, drekka hann 2 sopum. Já, enda þetta 2 sopa drikkur, sko. Og þarna ég aldrei skilið í fólki, þá sérstaklega kvenfólki, sem situr og sípur á. Hann líka ekki góður volgur, eða þú veist, hann þarf að vera ískaldur. Þetta bara eins og bara kaffi, finnst mér. Já. Þú ætti bara skettunum í þig, fá koffínið, fá vínið. Og bara beint í næsta. Já. Þannig ég fæ mér espresso martini, svo fæ mér einhvern smá bjór og... Hérna veður. Já. Og þannig klukkan orðin 12:30. Já. Og ég bara búin að eiga stefnumót við vinkun okkar á Írskabar. Já, ónefndu vinkununa á Irishman bar. Já, þar sit ég aðeins svo lengi. Fekk að vera í eftirsetu. Var ekki eitthvað spiladæmi? Já, þetta var eitthvað svona, yfirskriftin var spilakvöld. Já, þú veist, bara til að segja eitthvað. Já, þetta var svona, já, krútlegt bara. Já. Svona, ég var að spilakvöld. Trivial Pursuit. Nei, við hrundum í það. Já, auðvitað. Já. Eftirsetu fyllir við höfum nú oft talað það sem með því skemmtilegra sem þú gerir. Besta fyllir Já. Þarna var veipað inni. Sjálfsög, innismókur. Já, ekki sígarettur. Nei, veip, innismókur, inniveip, segjum bara. Inniveip, já. Og ekkert spil. Ekkert spil, en mikið drukkið. Og alveg svona, ég var svona orðin svona eitthvað, svona slá í eitthvað. Og svona fara hana, þú veist, þetta var ég og einhverja konur. Já. Það voru byrjar að tala eitthvað sem ég finnst ekki nóg skemmtilegt. Það bara læti ég bara í mér eitthvað svona leðilegt. Já, ekkert að fela það. Já, og það eitthvað, sorry Svenni, tölum hvað myndur við vilja tala tölum bara eitthvað. Tölum, já, ekki túr eða eitthvað. Þannig að þarna var ég alveg fram með tröllu og það var bara ógeðislega gaman hjá mér. Viltu viðurkenna hér í þessum þætti hvað varst lengi? Nei, við skulum ég var þannig lengi að ég hugsaði því ég var sofnaði. Ég mun hringi Danna og láta vita að ég mæti ekki. Já. Sem að sko, svo fyndi mig það allt að ég get alveg verið oft svona súr þegar það eitthvað svona hætt við last minute nema með þig. Já. Ég held að sé að því að þátturinn heitir Syndaselir. Já, þannig að ég alveg smart að vera on-brand. Já, eitthvað Svenni svaf yfir sig vegna fyllirís. Já, það bara þátturinn. Já. Það bara mínúta að mér segja, heyrðu, Svenni var alvöru Syndaselir. Nei, þú komst, Þetta kom ég. Og bara þunnur og flottur. En svo þetta líka með eigum að þau sko ég hugsa að við höldum okkur við það að við erum bara aldrei með neitt styrktaraðila. Það var svo gaman að fá smá pening sko. Ég er svo blankur. Ég veit að Danni, það er bara geggjað að vera ekki með spons.
Við þurfum að finna spons sem er skýt sama. Já, minnum á frostna vöru frá Garra. Og kryddin frá fast. En ég get þess að sagt það að við erum að pæla einu verkefni. Já, vídeóverkefni. Já, sem að gæti verið gaman. Við getum fikið spons út á það. Og við erum með þetta í svona hobby. Hobbykastið. Ég segi spons. Við vita að fá einhvern spons. Við erum að, þú veist, þó verður ekki með 5.000 skall, sko. Og veður er svona hálfpartin spons. Já, þetta ég meina við, spons er að fá að vera hér. Já, og fá hérna drikki. En drikkuvikunar, ég kom með svona hitabrúsa. Já, við skulum taka pásu, ég held að fundur þessi búin, við skulum bara fá drikkuvikunar. Já, græjum eitthvað flott. Já, ég get ekki verið með kaffi í brúsa. Nei, við erum ekki kaffibrúsa kallar. Er svo nærandi og gott að spjalla við Símon. Já, það er nefnilega við duttum á hálftíma spjall, við ætlum að fara upp og segja drikk sem er drikkuvikunar sem er brennivín og líka jólaklögg 90 ára útgáfan af brennivíni það er 90 ára útgáfa af brennivíni sem er búin að vera 18 ár í flösku sem er einhvers konar nýleflaska splungun í flaska en hún hefði getað verið sko í annari flösku þarna á að selja kannanum já, þú smakkaðir bæði ekki einasti bragðmunur nei, alveg eins og liturinn alveg eins en ég fer með þetta, ég er að fara náttúrulega í jólastopp til New York yfir jólin það er ógislega næs ég held að New York nú skora ég á okkar mann í Brensa hann Joe okkar maður það er Bandaríkja en að gefa okkur brennvin já og sko þú getur tekið með og hitt írsku vinnina og Mac O'Donoghue en þannig að mér finnst hljómókslega vel að vera í New York yfir jólinn getur hort að Home Alone 2 stótti í þannig fíling og þarna, ég held að það sé bara magical getur farað á Rockefeller Center þarna það er svona og veist það má allt í New York ég elska verið, þú finnur ekki stað þar sem hægt er að finna mikið magn af ótrúlega skrýtnu fólki og það má ekki þennan ég geti farið til New York hort á jólatrið í Rockefeller Center og skautasvellið og allt er tekið út með tippið og það er alltaf bara eitthvað it's just like a New York weirdo og sérstaklega í alvöru sérstaklega neðan í lestinni þá getur það er allt frjáls ég sá vídeo í gær það er ekki búið að MeToo á þessu borg nei, ég sá vídeo í gær af konu vera með svona þjöl eða svona eins og með neglur hún var að nota það á undir á ylina að skrapa af dauða húð í lestinni þess vegna myndi og þetta finnst í rauðarholtskonunum geggjum þú veist, þær get ekki sko fyrir sér lítla líf tekið fjarkan í miðbæinn alls ekki gulu lestinni eins og Gísi kalla hana en þeim finnst geggjað að sitja í Subway með einhverja húðflexur þetta er kultúr þetta er svo mikill kultúr það var svona fjall af dauðri húð undir sko, þetta er bara svona staðan sko, þannig að eitt sventippi er bara basic sko. ég er bara út með sventila við Rockefeller heyrði, ég ætla að gefa þér eldsnögt af því að við vorum að tala við fljótur að spegja sko að því við vorum að tala við Símon við ætlum að halda árshátíð Syndasel og veistu hverju fá að koma í þessa árshátíð? Við tveir Svangvít, Símon ég hugsa Maja ég segi bara Víkingur og ég segi bara Víkingur Víkingur er þetta er Víkingur, þetta er Rafn við erum með ég sé Dresikokkur þetta er Martin Breski, Lorenko þetta er Stjáni okkar þetta verður flott árshátíð og hvað ætlum við að halda hana? Við ætlum að halda hana á Kristallklöð nýri bæ, Tryggagötu ég nefnilega vil sko bring back Stripstæðin í alvöru tala veistu hvað ef það væri ennþá Óðal sem ég var að vinna á í gamla dag sem var 2006 er núna sem er Gilligokki núna að það veri ennþá, þú veist allir þessi staðir sem voru við á grensasveginum, Goldfinger, Geiri þú veist, talandum Kópavóks príðið ángríns í alvöru, þú veist,
og ef það væri ennþá svona strippstaða stemning, ég væri við hvert einasta tilefni. Bara, ég ætla að fá mér eitt bjór. Til mig bara við barna strippstað. Nákvæmlega. Ég var að lesa gamalt Blitt og blátt daginn og það var verið að fara yfir strippkeppni. Þannig að það var að finna strippara ársins. Þetta var haldið á Þórskaffi. Það var haldið þar. Og það var svona... En í alvöru talað, við verðum að laga þessu löggjöf sem var það var sett bann við þetta. Ég kalla þetta pole fitness. Ég var að vinna með einnig sem í pole fitness. Já, þetta bara, við köllum þetta. Sem harspurur, ég nú, hvað? Það var vinkona mín, hún var eitthvað ofan á öxlunum með fætið, hvað ert þú að þvæla, skell? Já, orgía. Hún eitthvað, nei, þetta pole fitness. Já, þú strippari. Já, nei, pole fitness. Þetta er svona... Staður geta heitið bara pole fitness. Og það eru bara pólskar gælur og það eru bara pólska konur pole fitness og rosa mikið á súlum og það eru góðar. Þetta er ekki bara svona lazy strip, þetta er flott strip. Ég var svo ringlaður þegar ég var að vinna á Óðal sumarið 2006, þá var ég að vinna á Café Paris, svo tók ég vaktir nætavaktir á Óðal, það var sami eigandi Gretar eða eitthvað hittan og ég er nýkomin úr ég er nýkomin einhvern svona homma í mig eða nýkomin í skápnum nýkomin í homma í mig það var nýkomin homma í mig lélegstu homma á Íslandi nýkomin homma í mig og ég mættur þarna á nætuvaktina á Óðal þetta er vakt frá þetta var vakt frá svona miðnætti til 7 morgunin fullkomin starfsmaður og strippstað bara eitt svona samkynning já, þarna var ég Twink og ég er þarna og þær ég letar vita leið eitthvað, halló, my name is Sven, I'm gay. Já, bara I have no interest in you, no worries. Don't you worry about this, madam. Eitthvað. I am not gonna touch you. Og ég var svo ringlaður, ég eitthvað svona, þú veist, og þarna kom sakleysi í mér, sem að skríti ég að vera svona sakleysa þegar það var bara vandræði gerpi. Nei. Jú. En ég var eitthvað, ég var bara vitlaus. Ég var eitthvað, akkur erum að selja þetta Café Paris, þarna ég móti Chanton á, þú veist, 150 skall hér. Miklu dýrara skildi ekki neitt. Ég bara rosa álagning gera þetta. Já, hvað er þetta? Hvað er þetta? Svo kom bara einhver tannlaus maður og var ekki þessi bara, og ég svona, farið bara niður á Café Paris og það er einhvern svona þannig. Það hefði getað verið Piccini þess vegna. Það hefði getað verið Jacob's Creek þess vegna. Þetta hefði getað verið Jacob's Creek. Þetta hefði getað verið bara á 150 skall, vasklas og þú færði þarna dömu með. Ég, hvað, rosa álagning. Já, og samt eru menn að kaupa svo var bara Sara, eitthvað svona, þú veist, svo var þarna. En það kom með kampænið. Þetta var hrikil. Þú veist, þegar við opnum okkar strippstað, það er ekki vændi. Sindasels strippstað, það má alveg vera, þú veist, ef það er, þú veist. Það með að gera það sem að vilja, en við erum ekkert að blanda okkur inn í það. Við ætlum heldur ekkert að græða á því. Nei, alls ekki. Það með að hins vegar nota posan í það. Komdu fagnandi í posan. En ég er þarna til í þetta að þegar við opnum okkar fitness pólskar konur svona hljómar er svo rækt líka svartustu já, bara gegja og allar sólar fólk kemur bara í fötunum þá gerum við vel með okkar konur af því ég fatt að þetta var ekki nóg flott nei, við gerum þetta alveg að þvæla þeim á einhvern sériógi svona nauðgunavenn það er svo ekki flott og þarna var bara að vera að henda þetta var ekki nóg Nei, okkar verður flottur og við ætlum samt að halda árshátíðina á Kristall og það verður geðveikt hvað er ég hlakka til, hvernig á að hafa hana? Februar? Februar flott Fyrir að byrta það byrta bara eftir smá fyrir að byrta og það er bara februar Heyrðu, ég ætla að segja við eitt talað annað, þú ert að fara í Köpen ég veist leiðilt að geta að ég man aldrei hennar staðar á neinu en ég skal senda fullt aðtri en þú verður að minnum að Peter, ég get sett það í story svo. Já, Peter vinnu minn hann með geggjaðan stað sem svona pasta vínstaður veist, manstu hvað hann heitir? Bar Bocca eða eitthvað ok, byrju, maður sjá Bar þú veist Bocca, Bar ég er búin að seifa hjá mér skrifaði bara wine, pasta, nörrebrú þá kemur það þetta er geggjaðu staður og við fórum þangað sorry, einu sinni hvað heitir hann? Cirka Bar Bocca B-O-C-A
þetta var ég skal finna út úr þessu og þú verður að tala um þetta næst af því ég ætla að og læta þetta í story ég ætla að senda Pítur vinur minn, láta vita þess að það koma hann er geggjaður svona special og svo náttúrulega Ási hann er að vinna á einhverjum kokteilstaður, þú veist, það er enginn eða að vita sko, ég seifaði hérna aðeins skulum bara skoða þetta ég seifaði, ég kann ekkert á þetta með hérna, Kaupen ég er búin að seifa Amigo bar já, geysánan já, þú endar þar og ég er búin að seifa hérna bar sem heitir Inferno og við höldum að Ási guðfæðir kokteilsinnunar á Íslandi vinnið þar þannig að maður þarf alltaf að kíkja á hann og svo er það Bardog eitthvað Barboga sem Pítur Tilbrú Barboga, já ég held að það nýlega skilin hann verður bara stuði og já, hann átti íslenska konu og hann var að vinna hérna á Vínstúkunni tíma þegar hún var í einhverju námi hérna. Það er bara eitthvað legend hann er geggjar, hann er ógeðislega flottur hann kom með okkur út að borða þegar við fórum, ég og Dresi vinnur okkar á Dresi og Monkeys þegar við fórum, pældi ég að vera að koma með Dresi og Monkeys einu sem Dresi og Dill Dresi og Monkeys, flott skal að vera en hann er geggjar og bara örgulega með flottustu kokkum ég ætla að segja það núna að eftir þessa Kaupenferð þá ætla ég að henda í smá Instagram svona farið við staðina gefa þeim kannski smá einhvern að standa við þetta ég ætla að gera það og þá sko að þetta er ekkert flókið bara posta staðinum einhvern og þá getur fólk séð sko ef það vill fá Syndasíla recommendation þá verður það þar ef það er leiðin til Kaupen þetta er flott þetta er frá planið okkar þetta er einfalt en við fórum þegar Dill var með svona pop-up í Tívolíinu í Köpenhavn þá ég fórum þá kom Pítur með ég segja reitt ég er ekki búin að fara allir Kaupmannahafnar sem fullorðin maður yfir höfuð ég ætti raunur bara komið ég er nýr kannski, ég er að vinna á morgun ég er að fara til Kaupen kannski ef ég verð eftir kannski sitt í dæld af vélina já, það verður flott ég er að fara með SAS það er svo ódýrt en sko, þannig að ég er að fara í Tívolí í fyrsta skipti sem er bæði einsbúið fyrir Disneyland elska Tívolí og svo ég bara veit ekki, ég er bara nýr í Köpen Jolene tala allir já, þú getur farað að Meatpacking District það segja að þegar Radiohead voru ekki Köpen þá sá ég á Reddit þá sá ég að það var eitthvað íslendingur eitthvað fyrst að Radiohead cancelu ef ekki íslendingarnar að hittast í kvöld herði, bróður minn býr í Kaupmannahöfn mættan þegar hann mista tónleikunum í gær og Finnur vinur hans hann átt að fara með hann þurfti að fara þegar hann þurfti að fara annað náði ekki, en það var eitthvað allsherjar fyllir hjá íslendingunum og ég spurði hann, var þetta ekki bara meira næs að ég held að svona stemning eitthvað svona sárabótar fyllir í og allir sko á sama stað allir svona smá svektir en að reyna að rífa upp við verðum að búa til eitthvað gott hendum bara Radiohead ég sagði þetta gæti valla verið betri stemning fyrir mig þetta gæti endað svona hjá mér af því að við veitum ekki hvað gerist ef að York fær ekki sprautu hann er búin að eins og Friðrik Ómar fær það er bara að vera dæli mannin sko. ef það er þetta dæli Friðrik Ómar fyrir Eldborgarsvið það hlýtur forsprakki Radiohead að geta verið með einhvers konar töfralausnar og ef ég tek steratöflu fyrir eitthvað festival í Austin ekki gera lítur því ekki gera það en þú veist, með að við Radiohead þá fær hann nokkra lækna í fullu bara þú er að minnum á að ég ætla að láta það vita staðnum hjá Pítur það er eina recommendationi sem ég gefi og Amigo svo dettur alveg inn Amigo það er náttúrulega nummer 1 ég var að lesa reviews þarna þannig að það var einn eitthvað, you can smoke inside auðvitað má reykinn í Vægus það er bara allt í góðu það er ég búin að segja frá þegar ég er búin að segja frá því ég var svo friðin og ég var sendur okkar sko það eru nokkar gullsögur og ég með hugmynd við megum ekki sko láta þessa þætti á netið að því að sín á þá en veistu hvað? sem að ég er smá að fara að finna lögfræng nei sko, við látum þetta á Patreon við skulum bara rukka inn 300 kall ekki einu sem það 50 kall þú fer á Patreon og við ætlum að fara að setja inn þættina og þá koma svona gamla góða sögur eins og það Svenni var sendur friðin á svona hommasánu
og þar hitti ég popstjörnu og það var episk saga, skilur, þannig að það er hugmynd það kemur svona pælingarinn og það er komin aðgangur, þannig að farið á Patreon og eitthvað beint á Patreon svo var ekkert meira að gerast í minni viku sko. En nema náttúrulega bara sturla gerkvöld gerkvöld og ég verð að segja að þú ert sjúklega ferskur og flottur með við ekki mikinn svefn ekki marga klukkutíma en það er náttúrulega það er brennivínið þetta er náttúrulega glöggið og reynslan og það er bara eins gott að ég verið ökufært til þess að vera í Smáralindina þú ert að fara í Smáralindina ég nefnilega er að fara á nýju matöllina það er ný matöll í Smáralind loksins með þegar maður gæti ekki étið þarna nema einhverju vefjustað eitthvað sem hann hét sem er alltaf læg eða náttúrulega krepstaðurinn einmitt sem var lokaður Adesso, kaffi Adesso mér langar að fara allir gegnum þessi staði sem eru höfum við tímið það? Við skulum hendi það og svo kannski smá lofalast bara. Sorry, ég ætla bara rétt að fara minnst þetta áhugavert, nýtt þetta er svo, heyrði, haldir Garðurinn hvernig staður er það? Heitir matöllin ok, Garðurinn og þetta er sem góður matur í einstöku umhverfi Garðurinn, ný og stórglæsileg matöll hefur opnað í Smáralind með 13 fjölbreytni veitingastöðum. Má ég giska, er Flatey aðna? Haldir, komdu við og njóttu hágja matur við hlökkum til að, þarna erum við að tala um eitthvað Exo? Okkar fólk, svona pítsur eitthvað. Þetta er Abuela Lola. Abuela? Þetta er mexikoska rétti. Abuela þýðir amma á spænsku. Ég er að fara eftir, ég ætla að prófa mexikoska, ég ætla að bjóða systur minni, ég ætla að ringja. Abuela er amma á spænsku, þannig að þetta er einhver staður. Já, Abuela. Abuela. Hérna eru okkar menn í Sushi Social, með stað sem heitir Juicy Sushi. Hann er líka í Pósthússtræti. Juicy Sushi. Það er alltaf lagi. Sko, nafni er liðlegt, en sushi er alltaf lagi. Já, þetta er bara eins og þetta gera fínt sushi. Juicy Sushi. Þetta er Funky Bahana, Funky Banhangra býður upp á klassiska indverska rétti sem á óhefbundna rétti sem er innblásnir frá skandinávskum hefðum. Þetta hljómar illa. Þetta er rosa fusion. Þetta er hugrætt fusion. Þetta er indverskur staður innblásina skandinávskum hefðum. Hvað? Er þetta þá bara butter chicken á einhverju smörribrauði? Svo erum við með hérna gelato þannig að þú setnir inn náttúrulega okkar menn í húrra bara komnir inn. Við erum hjá Höllu sem var í þarna Hvað þáttur? Hjá Höllu sem var alltaf í þarna Keflavíkurflugvöll. Já. Það er La Trattoria okkar staður, Hrefnasætran. Neopizza. Ok. Þannig að þetta er svona flata Sparrow, Serrano, Subway, nice Yuzu, þetta er margt í boði, en þetta er alltaf sama. Og þú ert að fara þangað eftir. Ég er að fara þangað. Næsta þætti verður bara review, takk fyrir Pent. Veistu hvað ég er að fara að gefa? Ég ætla að prófa, ég ætla að vera hann í allan dag. Ég ætla að glæpa menn. Já, það er bjór með þeim. Að fá mig bjór með þeim. Svo ætla ég að prófa indverska staðinn með skandinavísku hefðum og svo enda ég á mexikanska. Já, hjá Abuelu. Abuelu, sko. Lofalast. Þannig að ég ætla að lofa Subway. Ég er með svo mikið sweet spot fyrir Subway. Ég fæ með túnfiskbát. Já. Og hitan, ekki rista. Og svo bara eitthvað. Ok. Þannig ég fíla hann. Er ástæð fyrir að lofa Subway, er þetta bara næs? Ég fóð bara daginn og ég held að ég glimt að nefna það, en ég fæ af og til bara svona sjúkt Subway kreif. Ok. Svona bara einu sinni á 3 mánaða fresti. Ég líka, ég verð eins og ólétt kona. Ég líka. Ég verð á þessi hvert ég fer. Ég keyri á miðbænum í Hamraborgina á Subway þar. Er það eitthvað spesial? Ég þarf að segja þér eftir. Já. Réttin. Heyrðu, veistu hvað ég er að fara að gera á sundaginn? Hvað? Það vita ekki flugfreyfingunum mína sem er að fara að hitta þér. Já. En ég er að, veistu hvað er að fara að gerast á Hallviður Rapp Svansson. Fljúðu frá Akureyri, komdu hingað. Ok. Ég er að fara að Katalínu á sundaginn. Nei. Og á hverju? Eða þú veist. Brauðtertu hlaðborð. Á Katalínu. Það gæti ég ekki. Þetta er spilakassi. Brauðterta. Piccini. Og já, bara piccini. Taktu með renni í stöflunar og verður tilbúin. Og laktósa hann. Og laktósa bara. Oh my lord. En allavega, já, sorry, ég þurfti bara. Þetta er á sunnudaginn. En veist hvað ég gerir að því ég fæ mér þarna Subway. Það er sturla, já. Ég fæ mér þarna, ég er doppelhrista. Fekk þetta, lærið þetta á Akureyri. Doppelhristingur, já. Ég er doppel, sem sagt þarna, já,
svo fæ ég mér þarna kjúkling, gula baunir, ég fæ mér sáðvessósu, létt majónes, salat og ólífólíu. Ólífólíu? Ég þarf að fara hendi það. Alltaf ólífólíu. Extra virgin, alveg sko flottasta Filippo Berry og típan sko. Þannig að, lofið far Subway bara út af einhverju? Bara út í þegar ég fór daginn og þótti væntum. Og ég er aldrei fyrir vonbrigðum. Nei. Og meiri segja bara þjónustan bara oftast góð. Auðvitað, sérstaklega Hamraborg. Já, og ég fór á Laugaveginum, bara flott þar. Stór staður, allavega. Hvað er Laugavegi? Bara hann að veist það sem það Já, bankastrætin, er hann ennþá það? Já, bankastræti, já. Vá! Já, hann lifir enn. Já, hann lifir enn, Jesú. Gott lag, það er vagla skór, nei, hvað heitir þetta? Það sem að allir fara í Jesú kamp, hann að Vatnaskór. Já, þetta er einhver heila þóttir þarna. Heyrðu, ég ætla að henda í lof á Sparrow hjá Hlemmi, eða þú veist, þarna í 10-11. Dyrka Sparrow. Þetta er helviti gott. Þessar pítsur verða bara betri og betri. Og það stendur hérna Original New York Slice, sem er hilarious. Lígi. Þetta er bara mesta lígin. En ég er bara að byrja að fá eitthvað sweet spot fyrir þessu. Eins mikið rusl og þetta er. Þetta er svo mikið rusl. Og heyrðu, og veistu, ég fór að gera við... Svona endar þetta og endar bara í einhver útkverfi í það. Daginn. Það ertu bara eitthvað, þú veist, að úða í þig. Já. Þetta er Spari hjá mér. Ég ætla að segja það að ég er ekki daglega á Subway eða Sparrow. Það kemur svona óléttu kreif, en ég sem sagt var að laga hérna baðvaskinn í dag. Pabbi kom með mér að hjálpa og til að verðlauna hann fyrir velunin störf, hann Jón, pabbi, mikill meistari. Til að verðlauna hann fyrir velunin störf þá fóru við í pulsu. Bæjarins bestu, hliðin á Sparrow. 10-11. Heyrðu, pulsaði morgumat hjá mér, ég fæ mér bara tómatsósu yfir og undir, fólk lætur það að fara í taugarnar á sér. Heyrðu, þarna var kona að afgreiða. Fari ekki lauk eða neitt. Nei. Þetta er bara pulsa, tómatsósu yfir og undir. Já, pjúristi. Ekki læk. Ég veit að fólk er bara að hata þetta. Já, ég hef skoðun á þessu. Já, en þarna var kona að afgreiða og hún var svo leiðileg. Heyrðu. Erum að tala um Austur-Evrópu? Já. Og þetta er fyrsta skiptið sem ég fæ bæjarins bestu frá austur-evrópskum starfsmanni. Þetta er náttúrulega bara, við þurfum að fara að læra pólsku. Maður er svo vanur íslensku þjónustu svo hérna niður í bæ, það er bara svo mikil hefð fyrir því. Mér finnst það skemma svolítið svona brandið. Já. En heyrðu, ég segi hérna, ég ætla að fá 3 pulsur og segi bara, ein með tómat, ein með þessu og ein með þessu. Nei, og svo bæti ég við pulsu. Og hún hendir í hún var búin að stimpla hittinn og ég bara hló og sagði bara æj herru, svo bætti pabbi við kóki ég veit ekki hvert hún ætlaði að fara sko. Hún var svo fúl eins gott að ég liti ekki undan, hún hefði hrækt í pulsu án gríns og ég sagði bara æj pabbi, þú er búin að skemma daginn ég var bara, ég faldi ekki hvað mér fannst þetta fyndið sko. Líka þegar okkur finnst svo fyndið austur-evrópski fílubókin Pældi í þessu. Þetta er svo, þetta er ömurlegasta þjónustu. Þegar þú förum einhvern veginn og fáum lélega þjónustu frá Austur-Evrópu, við erum skellir hlægend. Við þurfum að horfa bara og vera bara, meira! Sko, enda var ég bara hlátuskast í Varsjá, sko. Það er bara hilarious. Fólk á ekki að fara í þjónustu. Förum þangað til þess að fá innblástur fyrir pole fitness. Já, og Shanghai þeim bara... Svo Símon sem alltaf verið okkar business partner í þessu. Já. Þurfum smá kapital. Við erum ekkert í góðu máli með skattinum alltaf. Nei, mæja sér bókaldið. En sko, við flytjum inn nokkra pólska bara, Shanghai þær í leiðinni, alltaf gerast. Þannig að þetta er lastið eða lofið. Mista eiginlega meira lof. Bæjarins bestu, þú veist, ég veit ekki, þetta er bara komment, þú veist, þetta er hvorki né. Ertu með last? Ég er líka hérna með eina last á býtu, þetta er hérna ég er með last eins og í bíói og sumum svona stöðum þá er menjúin á skjáum og það er í whatever, mér er skítsama býtu, en meiri segja þeir stundum skiptist ég veit það, ég þóla það ekki og ég var enda inn í bíó í Kringlunni og ég sagði, ég ætla að fá þetta tilbúð ég ætla að skoða hvað er í því svo fer það svo fór það ég var sýsti minn bauð mér upp á þetta Serrano daginn sem er galega síðan þópið þetta er ömurlega sér staður segur staður, búin að vera lengi ömurlega staður með ömurlega þjónustu því miður og en þarna erum við og ég bara sýsti mín, þú veist, hún er 42 Sven 39 og
við erum eitthvað svona byrjum eitthvað svona að rýna eitthvað svona, já, við ætlum að fá svo bara svona, svo sagði sýstum bara þetta hverfi bara allt Já, eru svona skjáir já, þarna? svo fer þetta bara Óþolandi. þannig ég er eitthvað svona, já, ég ætla að fá mér svona hvað, Já, svo bara og þá þurfum bara að bíða Já, Vist, þetta er svo galin pæling okkur ekki bara hafa þetta kjört þetta er lélegt marketing hver ætli sé pæling skilur, þetta er ekki auglýsing, þú veist, ég kom að inn ég er búin að ákveða að borða þarna þannig að þetta þarf ekki að vera sko af hverju að láta þetta flakka ég væri til að heyra við þurfum að ég með svona, hver er pælingin af hverju, er þetta auka sölu veist það ég segi, næsta þáttur þá ringjum við inn Kringluna, Kringlubíó ringjum bara í Samúel bara þú veist, hvernig er þetta með tilbúð 3 þú veist, þarf þetta alltaf að fara á skjánum þú veist, ég verði að fá að vita, er þetta Apollo lakrís eða ekki þetta er last vikunar hjá mér ok, ég er með þér í því ég er bara með last og það er eitt last og það er fullkomlega og þið viti hver þetta eru þið viti hver þið eruð og þetta er fólk sem eru margir vinir minni líka sem eru að taka mynd á Instagram og setja svona væmna músík yfir eitthvað svona kiss from a rose með síl eitthvað svona, hér er ég með, ég ætla bara að koma svona hljóðdæmi Ertu að tala um það post post eða líka story og þetta er eitthvað, þú veist, það snjóar úti þá setur einhvað Nóri Jones lag undir. Þú ert ekki mikið fyrir Nóri Jones Nei. Og þarna en þetta er svona, þú veist maður sjá þú setja par bara fíla þess að par þú veist, og það eru þarna, hún er með bumbuna þú veist, þetta er bumbumynd og það þarf að vera á torfa yfir þetta er svolítið sjoppulegt ég geti því þetta er íslenski, þau búi í Urriðaholti þetta fólk eða Seltjarnarnesi og þau sko þetta er íslenski smáborgari þetta er geggju típa sko, ég dyrka bara þetta dæmi þarna, dyrkana en það er orðið fínt af þessu já líka, þú veist, ég bara, þegar ég þekki líka bara eins og þú sýstur úti á einhverjum bar á Akureyri, það snjókoma og þú setur eitthvað Ásgeir Traustalega vonlust þú veist, þetta er bara, mér fyrir utan það hvað mér er algjörlega drullu saman með snjókomuna á Akureyri þá þarf þetta ekki að bæta það með því að setja Ásgeir Traustalega já, þetta er svona, fólk er að reyna að búið til ykkur að bíómynd já, búið til ykkur stemningu, eitthvað svona Love Actually já þannig að ég verða að lasta þetta fólk og bara hætti þið að setja lag undir mér finnst alltaf lagi að nota lag þegar það er fyndið ef það er fyndið já, þegar þú ert eitthvað að djóka með það í einhverju gríni, eitthvað Who Let the Dogs Out að því að þú Starki Pétur sem er góður í því hitt hann í gæra á Kalda já, hann er toppmaður hann er rosalega góður að láta svona fyndna tónlist Starkari Pétursson er uppáhalds Instagram vinnum hann er heldur öflugur ég er í close hjá alltaf með frænda sínum ég er í close friends hjá hann og þar fer ófiltrað brútal grín já, ég þarf að synda hann og byrja að setja mig í close já, bara pant fari í close en hann fær lof það er mjög fyndið bara yfir höfuð hjá hann nei, hann er bara geggjaður, hann fær lof frændan sem er alltaf með háa blóðhristningin býtu hvað það? eitthvað frændan sem er alltaf með nei, þetta er bróðir hans þetta er bróðir hans, okkur leðilega og svo fóröldrættina hans og þetta er alveg algjört það er hár blóðhristningur í þessari fjölskyldu já, þau eru bara í stuði, þetta er flott svo reyndar lofið, ég ætla bara að lofa einu og það er bílastæðasjóður fuck, ég er búin að borga svo mikið í hann ég held honum uppi það er raun og verið bara starfsmaður bílastæðasjóðs sem að ég var að leggja bílum daginn hann ætlaði að sekta mig ég hljóp út í því að nei hann sagði, býrði hérna miðbænum ég sagði, ég býði hérna fyrir ofan bent á hans já, það slætar það ég finnst þetta svo flott slæta ég fannst þetta svo flott þetta er maður sem að þekkir hann býr í bænum hann hefur hugsað veistu það, ég get ekki rukka íbúa miðbæður þetta finnst mér rosalega flott rukkaði Urriðaholtið út í 1 og bæta álegningu túristana en hann að sjá hann og hann trúði mér líka því ég var bara inn í skóm og sá bara ég var bara íbúarhæfur þið myndir ekki þetta í huga að ljúga og ég býði hann og hann sá mig líka að koma út úr grænu hurðinni og hann bara líki vaka og hann eitthvað svo var hann bara þetta finnst mér flott þetta er sjálfgæft líka hjá þannig að hann fær ekki bílastöðstjóður heldur starfsmæður hann ekki að gera og last fær skatturinn að því að ég held ég væri búin að borga allan skattinn en svo kom allt í hennu ný rukkun fyrir 2024 sástu ég held ég setti bara á klósbyrjun sumur þá var þetta, þá fekk ég einhvað svona það er hræðilt að fá þegar frá mínum síðum skilaboð
Það frá komið skattinum. nýtt skjal á Já. Ísland.is frá Fuck. skattinum. Það er mesta Veistu kvíða hvað ég gerði þetta? Hvað? Ég fór heim, ég hellti í mig. Já, þetta er bara þurftir Ég hugsaði bara, ég get ekki opnað þetta skjal í 100% og það var einmitt verið að leggja á eitthvað. Mér langar bara að segja við skattinn bara, hei, ég er ekkert á Ísland.is, skilur við, af því að þetta Já, Nokia 5010 sendi bara mail, útskýr hvað fokkanum þetta er, þeir segja alltaf bara eitthvað, gjöld eitthvað, útskýrið bara, og málið líka að skatturinn getur rykkað með hvað sem er og ég bara, ok, þá þurfum ég að borga það. Já, alltaf nýtt orð, eitthvað, álagningar seðill, alltaf nýtt, svo næsta er það bara eitthvað gjöld utan staðgreiðslu. Þetta er náttúrulega ríkisstjórn skattastjórnin. Fucking vonlaust. Þetta er djók. Skatturinn. Við endum það skatturinn, lasti fara skatturinn eins og alltaf. Ég hlakka til að heyra af Danmarkusur. Ég er að fara, það er mikil helgi hjá mér. Station? Já, það er Station helgi. Ég er að fara þarna út með Víking á laugardaginn. Við ætlum að fara að Frökir Reykjavík. Já, geggjað. Já, það verður farið núna. Það fáið loksins review það. Já, og Víkingur, ég og fyllir í þetta, við vitum alveg hvernig þetta endar. Jú. Svo brauðtertu keppni á sunnudaginn. Á Katalínu. Þetta hljómar draumur. Vá, hver hefinn. Ég sé ekki leigubíl. Brauðterta í þinguna. Þetta verður ekki flott en að taka stöðabíl upp í Tekur stationbíl. Upp í Hamraborgina. Heyri. Annars bara hlakkaði til að heyra næstu viku. Hafa þetta.